En hvernig eins og með svona, ég oft hugsaði þetta sko, eins og með, þú hefur verið með jólagjasti Björgvins og alls konar svona, þetta, þú veist, ég oft verið að pæla í þessu, þetta, hringir hann í þig eða þarf þú að sækjast eftir þessu? Þú veist, ég hef oft hugsað, hann með svona oft alls konar fólk með. Já. Og ég alveg svona, þau að biðja að fá að vera með eða hann að sækjast, þú veist? Sko, þú veist, eiginlega bæði, sko. Já. Og það eiginlega ógeðslega góð saga, sko, af því að ég þú veist, ég með svona lista í hausnum á mér, bara yfir hluti sem ég langar til að gera, svona bucket lista. Já. Og ég var alveg tikka nokkra hluti af þessum lista síðustu árin og hugafarið mitt einhvern veginn svona, þú veist, já, ég bæði bara svona, manifesta ég það, skilurðu, og þú veist, og ég hugsa bara, þú veist, ég að fara að gera þetta, þú veist, þetta mun gerast, skilurðu, ekki eitthvað svona, ég vonast til að það gerist, heldur bara, þetta að fara að gerast. Já. Og svo var einmitt, þegar fólk spurði bara eitthvað svona, heyrðu, þú veist, heldur að þú fór ekkert að vera í jólagestum einhvern tímann? Ég bara, jú, þú veist, það mun koma að því einhvern tímann, skilurðu. Og svo hvort ég einhvern tímann var að ræða þetta Björgvin eða eitthvað, og þú veist, ég bara svona, heyrðu, og hvort að hann nefndi eitthvað svona, já, var nú gaman að fá þig eitthvað tímann, ég bara, já, hringdu, bara endilega, þú veist, og svo bara eitt árið, fæ ég símtal og ég beðin að vera með, þú veist, og ég bara, yes. Þetta náttúrulega geggjað. Já, og það er legend að fá, já. Algjörlega, þú veist, algjörlega, og svo, þú veist, ég var líka, svo líka samt bara sumi hluti sem að, einmitt, ég veit ekki hvort það sé bara manifestation eða, þú veist, en ég held að fleiti mann líka rosalega langt, þú veist, að bara trúa, þú veist, á sjálfan sig, skilur, og vita bara, þú veist, ég geti þetta og ég álega rétt á að gera þetta, eða skilur, þú veist, og svona eiginlega andstæðan við imposter syndrómið, skilur, og veist, eins og á bucket listanum mínum var að syngja með KK, ég elska KK, svo vorum við að syngja saman á Eyjatónleikum og og við vorum beðin að syngja saman dúett og ég ætlaði ekki að trúa því, og þegar ég steig svo á sviðið með honum, þú veist, þetta var svo huge moment fyrir mig, sko, og sama með, ég var að syngja núna á sunnudaginn með Stórsveit Reykjavíkur og ég elska að syngja jazz og ég elska Ellu Fitzgerald og það var einmitt annað dæmi sem ég var bara, ég mun syngja með Stórsveit Reykjavíkur einhvern tímann og og var einhvern tímann að ræða við einhvern sem í Stórsveitinni og hann sagði, þú hefur nú verið með okkur einhvern tímann, ég sagði, nei, ég hef aldrei verið með okkur en þið verðið að hringja bara, þú veist, þið verðið að hringja og svo kom símtalið loksins og ég bara,